Síldfiskar hafa verið til að minnst kosti 130 miljón ár. Frá örófi alda hefur síldin gengið inn á flóa og firði á Íslandi. Hún er félagsfiskur, ferðast í torfum. Ein torfa getur verið nokkrir tugir sílda, önnur milljónir sílda. Trúlega fara fram einhvers konar boðskipti innan hverja torfu. Á örskotsstund getur torfan breytt stefnu, hver einasta síld bregst eins við hversu stór sem torfan er. Það synda allar í sömu átt, fjarlæði milli fiska alltaf svo sama. Í vetursetu geta nokkur 100.000 tonn safnast fyrir í einni lítilli vík. Það hefur iðulega gerst á Austfjörðum. Varla til svo vík eða fjörður á landinu þar sem síld hefur ekki einhvern tíma komið við. Stundum hefur hún komið áratug eftir áratug á sömu staði, síðan ekki söguna meir næstu 2-3 áratugi eða 2-3 aldir. Hún hafði vetursetu í Hvalfirði fyrir rúmum 4 áratugum en hefur ekki sést þar síðan. Einhvern tíma hefur hún verið að snudda í Grafarvoginum, þar hafa menn veitt hana með fyrirhleðslu. Til þess bendir örnefni síldargarðar. Þetta er óútreiknanlegur fiskur. Þetta eru heimkynni síldarinnar. Hún er aðeins til á norðurhveli jarðar. Að sunnan takmarkar hitinn útbreiðslu hennar, að norðan hafísinn. Áður fyrr héldu menn að hér veru margar misstóra síldartegundir og hétu þar ýmsum nöfnum, til dæmis kópsíld, fjarðasíld, millisíld. Ungsíldin sem hafði vetursetu í Eyjafirði var talin önnur tegund en fullorðna síldin. Bjarni Sæmundsson sýndi fram á ásamt dönskum starfsbróður sínum, Dr. Johansen, að 2 síldarstofnar væru að staðaldri hér við land, vorgotssíld og sumargotssíld. Eftir hrygningu héldu þessi síldarstofnar norður fyrir land í ætisleit. Þessir íslensku stofnar hafa alltaf verið fremur litlir, kannski náð 1.000.000 tonnum samanlagt í góðærum. Æti sem síldin sóttist eftir var aðalega rauðáta og ljósáta. Haustið 1935 eftirmaður Bjarna á ferðum Atlantshafið á leið til Noregs. Hann situr upp á bátapalli og hugsar, hvernig stendur á þessu gífurlega síldarmagni úti fyrir Norðurlandi og sumrin. Þessi 2 síldarstofnar eru ekki nógu stóri til að skýra allt þetta magn. Nóttin er stjörnubjört og hafið skín. Hann brýtur heilan en er engu nær, en skyndilega lýstur lausninni niður í huga hans. Norðurlandssíldin er ekki 2 stofnar heldur 3. Síldin sem hringdi við vestuströnd Noregs hélt til Íslands að hrygningu lokinni, í ætisleit. Þetta er byltingarkenndasta uppgötvun varðandi síldargöngur í Atlantshafi sem getur. Árni taldi að þessi síld færi rakleitt aftur til Noregs á haustin eftir að hafa svallað í rauðátunni fyrir Norðurlandi, en allar líkur eru á að hún hafi haft vetursetu í hafinu austur á Norðfirði. Haldi síðan þaðan til Noregs til hrygningar. Norsk-íslenski stofnin var stærstur allra síldarstofna, talin hafi verið 10 milljón tonn 1950. Þetta kort er dregið samkvæmt síldarleit úr lofti í júlí og ágúst árið 1929 og sýnir að síldin er á landgrunninu og víða upp í landsteinum allt sumarið. Eðli síldarútfisksins á fyrstu áratugum aldarinnar var þannig að hann hlaut að hafa á að skipa mönnum sem létu sér fátt fyrir brjósti brenna. Sterkum einstaklingshyggjumönnum sem rákust illa í hópi en fóru ótrauðir sinna eigin ferða. Einstaklingshyggjan var í senn kostur þeirra á löstur. Hún vakti með þeim atorku sem félagshyggjummenn skortir oft tilfinnanlega, en leið komin í veg fyrir að þeir ættu með sér eðlilegt og hagkvæmt samstarf. Margs konar stóráföll ólu upp í þessum mönnum þrautseigju og áræði. Þeir sem ekki áttu þá eiginleika í ríkum mæli heltust úr lestinni. Í síldinni gilti það sama og í skáldskap og listum, þar voru margir kallaðir en fáir útvaldir. Hér á þessum stað sem nefndur er Bakki hafði einn af þeim útvöldu umsvif sín. Hann var skilgetið afkvæmi síldarútvegsins, var orðin þjóðsaga í lifanda lífi og eiginlega síldarævintýrið sjálft holdi klætt. Stundu svo ríkur að sagt er hann eigi peninga í sekkjum og eigði heilum og hálfum milljónum í drykkjusvall og dýrlegar glæsi veislur og erlendum hótelum. Stundu svo fátækur að hann á vart að borða. Rís upp úr hverju gjaldtrótinu á fætur öðru, alltaf með eitthvað nýtt á prjónunum og oftast skrefi á undan öðrum mönnum. Þetta er Óskar Halldórsson. Árið 1917 stígur hann á land á Siglufirði, ungur og vörpulugur maður með 37 aura í vasanum, segir þjóðsagan. Andar að sér peningalyktinni og brosir.
2 árum síðar hefur hann síldarverkun í stórum stíl. Síldarfólkið fylgist með honum klumsa, hann hlýtur að vera göldróttur strákskrattinn. Löngu síðar, á mektardögum, á hann heima í þessu húsi sem stendur við Ingólfsstræti í Reykjavík, frægastur allra síldarbrossera. Þar er honum færð eftirfarandi vísa á 50 afmæli. Glímdu oft fremd og fé, fann og misti gróðan, 4 sinnum fjall á hné en 5. lotu stóðan. Í Bakka hafði Óskar þessa stórmyndalegu síldarstöð, en ekki allt sem sýnist. Bakki er utan við eyrina. Þar var ekki hlé fyrir sjógangi. Á veturna braut sjórinn bryggjurnar og söltunarpallana. Stóð oft ekki tangur né tetur eftir. Á hverju vori var það smíða allt upp á nýtt. Þessi kostnaður bættist við hrikalegar verðsveiflur, harðvítuga samkeppni og allskyns óáran í síldarútveginum. Óskar fór illa í krakkinu og næstu ár átt hann stundum ekki 5 með gati. Einn daginn er Björn Þórðarsson staddur í verslun á Siglufirði, þá 11 eða 12 ára polli. Óskar Halldórsson kom þar inn, þetta var vorið til. Og baði kaupmælunum 1 pakka fíl sem kostaði 45 bara. Og hann neitt honum pakkan. Sagði að hann hefði svikið sem það að gera upp við sig haustið þegar hann fór. Og sennilega hefur hann ekki átt neina peninga til þess að gera upp við hann. Og einhverju hluti vegna þá átti ég 45 í vassanum eða 50 öra. Svo ég gaf honum fyrir 1 pakka fíl. Þú átt eftir að verða gæfumaður, sagði hann. Og ég held ég að voru það. Síldarútför Óskars var víðar en á Siglufirði á þessum árum. Hér auglýsir hann eftir stúlkum á Ingólfsfjörð og Ströndum. Hann var allstaðar kominn sem síld var að fá, stóð á síldarvígvellinum miðjum og fáir skildu betur eðli síldarútförsins en hann. Ólafur sonur hans var á planinu hjá honum sem unglingur og spurði einu sinni: "Hvað hefur upp úr þessu, pabbi?" "Krónu", svaraði faðir hans. En hvort sem ágóðan af síldin var krónu eða meira þurfti að vinna fyrir honum. Stefán Friðriksson ólst upp í Bakka og eina nóttinu sem oftar logaði ljós í skrifstofu Óskars. Ég fer beint inn á innri skrifstofuna. Þar er Óskar. Alveg á fullu að tala við einhvern útgerðarmann annan eða síldarskipstjóri sem ekki var eitthvað að tala um síld. Og þá hélt hann bara á steiktu lampslæri í annarri hendinni og beit í það svona á milli sem var að tala. Hann var á svona blátt áfram svona á öllum sviðum. Þetta var maður einlega sem að ekki taka því. Ég veist að mann hafi stundum mátti ræði að sofa bara svo dögum skipti. Viðskiptahættir síldarkóngsins voru stundum skringilegir og bókhaldið ekki upp á marga fiska. Hver hefur orðið ríkur á bókhaldi, spurði hann. Hann lék stundum keppinauta sína grátt en sagt er að hann hafi alltaf greitt verkafólki sínu þótt stundum yrði á því nokkur bið þegar illa áraði í síldinni. Allt sumarið lá reykur og eimirja frá síldarbræðslunum yfir Siglufirði. Þær fyrstu voru reistar 1911 af Norðmönnum, auk þess voru bræðsluskip úti á legunni. Þetta er síldarverksmiðja Søren Gús, hann var eini Daninn sem verulega kvað að í síldarbransanum. Og haldi menn að snjallar auglýsingar séu uppfinning nútímans, þá skjáttlast þeim. Á þessum fagra sumardegi er erfitt að gera sér í hugarlund að hér hafi orðið óvæntasti og óhugnanlegasti atburðurinn í sögu Siglufjarðar. Hér stóð mikið hús, Evanger síldarverksmiðjan sem reist var 1911 og var eins og nafnið bendir til í norskri eign. Á lygnum kvöldum speglaðist ljósadýrðin í gluggum þessa mikla mannvirkis í sjávarfletinum eins og fyrirheit nýja tíma þegar allt yrði stærra, bjartara og meira en áður. En aðfaranótt 12. apríl 1919
féll snjóflóð úr fjallinu ofan við verksmiðjuna. Þegar birti var ljóst að þetta reisulega stórhýsi var horfið af grunni og 6 hús önnur sem höfðu staðið í grendinni. Í þessu ægilega snjóflóði fórust 9 manns. En þótt Evanger-verksmiðjan sem var ein af 3 fyrstu síldarbræðslum á landinu fengi svona hörmulegan endi, leið ekki á löngu þar til tekið var risastökk í síldariðnaðinum og nú á vegum Íslendinga sjálfra. Fyrsta ríkisverksmiðjan tók til starfa á Siglufirði sumarið 1930. Bygging hennar var mesta framfaraspor í þágu íslensks síldarútvegs. Eftir 1930 var síldarmjöl og síldarlýsi langtum mikilvægari útflutningsvörur en saltsíldin. Bræðsluiðnaðurinn var fyrsta og eina stóriðja landsmanna á þessum tíma og aflaði þjóðinni geysimikilla tekna á kreppuáratugnum þegar aðrar atvinnugreinar voru í kalda koli. Þar á ofan voru þessar tekjur fljótteknari en í öllum öðrum atvinnugreinum. Annar sjávarútvegur stórtapaði ár eftir ár, atvinnuleysi var óskaplegt og þjóðin að komast á vonar vör eins og aðrar þjóðir í Vestur-Evrópu. Einasta vonin í kreppunni var síldin og hún brást ekki. Flest sumur þessa voðalega tímabils fylltust þrær síldarverksmiðjur. Fróðir menn og vitrir hafa sagt að þjóðin hefði ekki getað staðið af sér hörmungar kreppuárana, jafnvel glatað sjálfstæði sínu ef síldariðnaðurinn hefði ekki verið kominn til. Afkastageta allra síldarverksmiðja í landinu voru 10.300 mál á sólarhring í byrjun kreppunnar. Á næstu 10 árum var það næstum 4 sinnum meiri. Þá voru ríkisverksmiðjurnar orðnar 5 talsins og veittu miklum fjölda manna atvinnu ásamt verksmiðjum í einkaeign. Ætli þetta sé ekki eina dæmið í gjörvallri Vestur-Evrópu að fyrirtæki hafi margfaldað afkastagetu sína og skilað stórhagnaði í heimskreppunni. Sveinn Benediktsson var kjörinn í stjórn þessa stórfyrirtækis við stofnun þess og var stjórnarformaður í samtals 33 ár. Hann hafði fengið sína síldarskírn 19 ára gamall hjá Óskari Halldórssyni. Ævi hans var bundin síldinni alla tíð síðan. Hann var enn eitt lifandi dæmi hvernig síldarástríðan heltók menn. Nætur og daga sumar eftir sumar voru síldarbræðslurnar knúnar til hins ítrasta. Í aflarhótum stímdu bátarnir drekklaðnir að landi í löngum bunum, verksmiðjurnar höfðu ekki undan, löndunarbið og síldin fúlnaði í bátunum og yfirfullum þrónum. Brækjan hékk í loftinu. Fylgst var vandlega með framleiðslunni af vísindalegri nákvæmni og ótal augu og eyru fylgdust með vélum og tækjum, ekkert mátti fara úrskeiðis, hver töpuð stund hér var jafn dýr og töpuð stund á síldarplaninu og á miðunum. Vinnan var almennt illa þefjandi og óþrifaleg en tiltölulega vel borguð. Í einkaverksmiðju einni var ammóníakbrækjan svo megn í þrónum að menn urðu að hafa hálftíma vaktaskipti við moksturinn og fimmringar urðu spanskgrænir í vösunum á þeim. Síldarmjöli var sekkjað í 100 kíló á poka og á þessum tíma mest selt til Bandaríkjanna og Þýskalands, en lýsið aðalega til Noregs. Síldarmjölið fullnægði allri fóðurbætustörf í landinu og var sent í allar sveitir landsins. Þar kom að því að bændastjöttin naut góðs af síldinni. Síldarmjölið var eftirlæti íslensks búpenings. Það jók nytina í þessari kusu, en það gréri aldrei fyllilegum heilt með síldarútveginum og landbúnaðinum. Íhaldssömustu bændur snerust jafnvel með offorsi gegn síldarmjölunni í fyrstu. En áfram héldu verksmiðjurnar að mala síldargullið og reykurinn lagðist yfir Sigló. Sumar 1937 þá var mjög gott síldarár, síldarsumar. Skipin lágu þá marga daga og biðu eftir löndun og síldin var söltuð í þrætnar og var það mjög gömul þegar hún var brædd.
Þetta var mjög sterkt lykt þá, eins og menn kannast við. Þetta var eitthvað peningalykt. Siglfingar hafði ekkert að móta þessu lykt, hún var vel þegin. Sko okkur fyrst að líða vel þegar að blessuð peningalyktin var allan fjörðinn svo leiðis að það sást ekki neitt. Svo að þegar að birti til og maður fór að líða á sumari, þá var til dæmis grænt gras hér alveg upp á fjallatoppa. Þannig að peningalyktin okkar, hún var meir en bara einhver fíla sem Pétur og Páll sem ekkert veit hvað það er að hafa svona lykt í sínu byggðarlagi. Þetta var lyktin kom frá, við vorum að framleiða peninga handa allri landsbyggðinni. Í upphöfnum ævintýrum síldaráranna hvergi minnst á síldarbræðslur. Þarf mikið hugvit til að þær verði brúklegar á póstkort. Hér tókst svo vel til að svona kort fór alla leið til Ástralíu. Síldin kom víða við, stundum á svo afskekktum stöðum að þangað lágu engar leiðir nema þær væru á vegum síldarinnar sjálfrar. Þannig var Djúpuvík í Reykjafirði á Ströndum. Þjóðkunnur fjáraflamaður Elías Stefánsson hafði haft mikla söltunastöð í Djúpuvík á öðrum áratug aldarinnar. Hann var gjaldþrota í krakkinu. Djúpavík gleymdist. Svo gerðist undrið. Skyndilega er risin hérna á Djúpuvík stærsta bygging úr steinsteypu sem reist hefur verið á landinu fram til þessa, með nýtískulegasta vélabúnaði til síldarvinnslu sem völ er á. Þessi staður var svo fjarri alfara leiðum að þegar byggingameistarinn Helgi Ólafsson var spurður hálfri öld síðar hvort þetta hefði ekki verið eins og að fara á hjara veraldar, svaraði hann, jú, að minnsta kosti. Og hann bætti við, ég var að byggja allt í hausnum á mér áður en ég fór. Ekkert mátti vanta, ekki einn naglapakka, þá var allt stopp. Því samgöngur voru engar. Athafnahraðinn á síldarárunum var stundum í ætt við kraftaverk. Byggingameistarinn er í broddi lífsins, 28 ára gamall og 40 manna vinnuflokkur hans slíkt einvala lið að vart eru dæmi til annað eins. Þeir byrja á þessu stórhýsi síðla vetrar 1934 og það var tilbúið til síldarvinnslu sumarið eftir. Og þetta var á þeim tíma þegar svo til allt var unnið með handafli. Við löndun var notuð tækni sem hvergi þekktist annar staðar, hvorki hérlendis né erlendis. Inn í þessum stokki eru skóflur sem róta í sig síldinni. Þar með losna sjómennirnir við þraut erfiðan mokstur í síldarmál. Færibandið er 120 metra langt og flytur síldina með 90 metra hrað á mínútu. Löndunarhraðinn er þrefaldur á við það sem áður hefur þekkst. Með þessari nýju löndunartækni verður bræðsluvagnin nánast úr sögunni. Talið er að maður sem ók svona vagni hafi sumstaðar gengið yfir 20 km í hverri löndun og ýtt þungum vagna á undan sér aðra leiðina. Síldarþræfnar eru innbyggðar í húsið og þekkist hvergi annar staðar. Þær taka slétt fullar 50.000 mál en í hverju máli eru 135 kíló. Verksmiðjuhúsið var 90 metra langt og hafði stærsta gólfflöt allra bygginga í landinu. Með lýsistönkunum var það 20.000 rúmmetrar. Þegar verksmiðjan hefur starfsemi getur brætt 2500 mál á sólarhring. En bræðslugeta hennar verður mest 7500 mál, eða 1000 tonn. Þá rúma lýsistankarnir 5600 tonn. Þessi verksmiðja skilar betri árangri í lýsis- og mjölvinnslu en áður hefur þekkst og mönnum finnst stórkostlegt að sjá þessi fullkomnu tæki vinna. Þetta er nútíminn í síldarvinnslunni, stál og steipukladdur, nútíminn 1935. Eigandi þessa mikla fyrirtækis er HF Djúpavík. Aðalhluthafar Einar Þorgilsson og Co. og útgerðarfélagið Allians. Djúpavík var miðstöð síldargróðans og þessi hending gekk mann á milli. Á síldinu öll orðin rík á Ingólfsfirði og Djúpuvík.
Gróðin af verksmiðjunni í Djúpuvík var svo fljótt tekin og mikill að nútímamenn spannaði ekki. Þegar verksmiðjan var reist var hlutafé fyrirtækisins 300.000 krónur. Á fyrstu 10 árunum var flutt út lýsi og mjöl fyrir 42 milljónir króna. Talið er að ágóðin af 2-3 fyrstu sumrunum hafi borgað allan byggingar og vélakostnað þessa mikla mannvirkis. Svona saga gerist hvergi nema þar sem veruleikinn orðinn að ævintýri og öll venjuleg lögmál atvinnulífsins hafa leyst upp í atburðarás sem á engan sinn líka á Íslandi, hvorki fyrr né síðar. Árið 1936 fara þúsundir svona 100 kílóa sekkja til útlanda. Djúpavík Limited Herring Meal, Product of Iceland og 2000 tonn af lýsi. Ævintýri þó varla nema rétt byrjað. Fyrir 2 árum höfðu litla sem engar mannaferði verið hér. Nú urðu hérna á 300 manns við síldarsöltun á plani og síldarvinnslu í verksmiðjunni. Nú blandaðist ekki neinum lengur hugur að síldin var silfur hafsins, auðsuppspretta og gull Íslands. Stærðarskip lögðust að bryggju og lestuðu þennan dýrmæta varning til útlanda. Þessi riðkláfur var aldrei virðulegt skip og í rauninni mesta manndrápsfleyta. Þó er rétt að sýna því tilhlýðilega virðingu því að það var 100 ára afmæli á þessu ári. Auk þess var það tengt glæsilegu síldarlífi Djúpuvíkur órjúfanlegum böndum. Því var rennt hérna upp í fjöruna haustið 1935 og hér hefur það mátt dúsa síðan. Þetta skip var notað sem íverustaður síldarfólks en mest af fólkinu var í bröggun. Vistin þótti vond í skipinu og sagt að óboðnir gestir hafi komið með því. Rottan grá og gleði rík gekk á land í Djúpuvík, orti Halldór Pétursson. En hann hafði ritstjórnarskrifstofu borð og gaf út blaðið Vestanvindinn sem var eins konar Djúpuvíkur tíðindi. Skipið hét Suðurland og hafði áður verið í ferðum milli Reykjavíkur, Akraness og Borgarness og þótti afleitt sjóskip. Í lestum hafa búið í eina tíð 10 síldarmenn og sungið hátt og mikið á fríkvöldum, ekki síst þegar Bakkus var borð. Við yfirgefum Djúpuvík árið 1936 en við eigum eftir að koma þangað aftur. Og allt í einu horfum við heim að Dagverðareyri í Eyjafirði. Þar var síldarverksmiðja í fullum blóma þetta sama ár og fram til 1959. Krossanesverksmiðja var líka í essinu sínu 1936. Hún er nú orðin að loðnuverksmiðju og lítur svona út í dag. Dálítið utar í firðinum gengur eyri út í sjóinn, Hjalteyri. Þar var mikill söltunarstaður frá fornu fari. Útgerðarfélagið Kveldúlfur keypti Hjalteyri árið 1924 og hafði þar mikla síldarsöltun á næstu árum. En allt í einu verða snögg umskipti á eyrinni. Fyrsta bernskumenningin í sambandi við verksmiðjuna. Hún er eftir við sú þegar við erum að koma skólakrakkar úr barnaskóla og það er búin að vera kreppuár í mörg ár og menn höfðu varla til hnífs og skeiðar. Og þegar við komum á brekkuhæðina hérna fyrir ofan eyrina þá sjáum við að það eru allir karlmenn að hamast við að bera grjót í fanginu úr fjörunni og setja í bingi upp á kamp. Og við skildum ekkert hvað var að ske. Það kemur náttúrulega síðar í ljós að þetta er púkk í rásirnar undir verksmiðjuna. Byggingameistarinn Helgi Eyjólfsson er mættur á staðinn með harðsnúinn vinnuflokk. 2 árum seinna en hann reisti verksmiðjuna á Djúpuvík. Það liggur mikið við, Kveldúlfurinn nánast gjaldþrota. Það eina sem getur bjargað er síldarverksmiðja og verulega gott síldarsumar.
Kveldúrsmenn fala byggingameistarann haustið 1936 og verksmiðjan þýtur upp með ægihraða og það sem meira er, byggingameistarinn lætur steypa í frosti, hitar sjó í steypuna. Slíkt hefur aldrei verið gert áður í heiminum, svo vita sé, og vekur slíka furðu að menn ferðast langar leiðir til að horfa á brjálaðamanninn sem steypir í frosti. Og kveldúrsmenn sjálfur trúa vart sínum eigin augum, stara agndofa á hvert stórhýsið rísa af öðru. Byggingameistarinn hlær að öllu saman og skála við liðsmenn sína í reisugilinu, fánar blakta við hún og hvernig reyndist svo sjósteypan. En það hefur sýnt sig þegar hefur þurft að taka út vélar sem var ráðstafað einhvers staðar út á land eftir að allt var búið hér, að það var ekki hlaupið að því að brjóta niður veggi. Verksmiðjan var svo langt komin sumarið 1937 að hægt var að hefja bræðslu. Geysimikil síldveiðum sumarið. Kveldúlfur er orðinn skuldlaus haustið, eða eins og Helgi sagði áratugum síðar, Kveldúlfur flaug upp úr hafinu allur í gulli. Varla þörf á að ítreka að svona örlagarík umskipti gátu hvergi orðið nema í síldinni. Togarar félagsins höfðu mokfiskað og mikill fjöldi annarra skipa landað á Hjalteyri. Þar er hamast við að bræða dag og nótt. Og fyrstu árin þá var alveg feikilega grúa skipin sem landaði hér. Maður hélt að öll skip væru hvíti, þau voru með hvíta lunningar, svo þegar þau léttust þá voru þau kolsvört eða græn eða eitthvað. Þetta voru eins og fjalir á sjónum, þetta var óskaplega gaman að sjá þetta. Og svona er að litast á Hjalteyri í dag. Þar hefur ekki verið brætt í háa herrans tíð. Í mjölskemmunum miklu þar sem áður voru háar stæður af síldarmjölssekkjum er nú lúðueldi. Þegar verksmiðjan var fullbúin gat hún afkastað 7500 málum á sólarhring og jafnvel meira. Með tilkomi hennar voru síldarverksmiðjurnar á landinu orðnar 12 árið 1937. Auk verksmiðjan á Hjalteyri, Djúpuvík, Krossanesi, Dagverðareyri og Siglufirði voru verksmiðjur á Húsavík, Raufarhöfn, Seyðisfirði, Neskupstað, Akranesi, Önundarfirði og Hesteyri. Í flotunum sem jós upp úr gullnámu hafsins handa þessum verksmiðjum og síldarplönunum þetta ár voru margs konar fleitur, á 300 skip með liðlega 3000 sjómenn borð. 10 árum seinna, árið 1947, eru skipin orðin 274 og síldarsjómennirnir rúmlega 4000. En 1920 hafði síldarflotin ekki talið nema 42 skip. Skipin stækkuðu verulega á þessum tíma, aðallega eftir síðari heimsstyrjöldina. En fram að því voru 30 til 50 lesta bátar taldir myndarskip. Margir vertíðarbátar voru af þessari stærð. Væru bátarnir innan við 30 lestir eða svo voru þeir 2 eða 3 hverja nót, kallaðir tvílembingar og þrílembingar. Tvílembingar voru ekki nema 10 1947 og þrílembingarnir dottnir úr sögunni. Stærstu síldarskipin voru togarar. Svona voru togararnir fram yfir heimsstyrjöldina síðari en þá hófst endurnýjun togaraflotans. Þessi fyrstu togar voru 200 til 350 lestir með kolakynntum gufuvélum. Kolin tóku mikið pláss en þeir gátu þó borið mun meira en önnur síldveiðiskip. Auk þess áttu þeir auðveldara með að komast leiðar sinnar í vondum veðrum. Þetta var algeng sjón alveg fram á 7. áratuginn. Síldarskip á siglingu og nótabátarnir hangandi í Davíðunum. En leið og komið út á miðin eru bátarnir komið við hlið skipsins, á síðuna eins og kallað var. Síldin í djúpunu, fiðringur og spenna í brjósti og síldarleitin hefst. Uppi á stýrishúsinu er skýli sem kallað er bassastíli. Bassinn, venjulega skipstjórinn, stjórnar síldarleitinni þaðan, svipast eftir vaðandi síld og kallar fyrirskipanir gegnum rör til hásetans í stýrishúsinu fyrir neðan. Stjór og bak og þetta beint og skipin sigla í krákustugum hafflutinn leitandi að síld. Það var þegar maður komið svona á þau svæði sem menn held að sæi færa að sjá síld, þá ruku menn til upp í vanda og möstrindastir komust og
Og alls það reyndi menn að fara nógu hátt upp til að sjá sem er lengst yfir og svo var Röskar Harnir Torfa og allir uppspendir og hvort maður næði nú þessari. Það svo mörg atriði sem geta vísa manni á síldina. Svo alls konar fuglar, það voru mínir bestu vinir, það voru múkarnir. Þeir vísuðu mér á, ég vildi segja að það nætti ekki kom til söguna, mest að þeirri síldinni fékk. Þeir voru krunkandi í misjafnlega stórum hópum og þeir voru ofan í átunni og undir átunni var síldin. Og þar, svoleiðis fann maður torfurnar ef maður fór bara að fylgjast með fuglinum. Og sveimandi flattbakkar hátt í lofti, þeir vísuðu mér á síldundum. Og fleira, óðinshanar og krunka, svona eins og utan í straumröstum. Þar voru jafnvel torfur, krunkandi kríuhópar, við sérstakar aðstæður. Leið og skipið var komið í færi við torfuna kallaði skipstjórinn klárir í bátana. Þegar kallað var klárir í bátana, meðan bátarnir voru, en klárir eftir að við fórum að kasta á skipinu sjálfu. Þetta var eins og að kasta sprengju. Það var eins og að sprengja sprengju borð í skipinu. Menn þutu upp hvar sem þeir fóru staddir, komu kannski á sokkalestunum, jafnvel berfættir. Og á sínum tíma þá var ekkert neitt að ræða, þeir stukku jafnvel berfættir út í bátana. Nú þeir komu með kannski allt á hælunum á kamrinum, það kom fyrir. En það var ekkert nema, það var augnablikið sem réði hvernig tókst til. Þetta var alveg undravert hvað þetta eina orð klárir hafði mikil áhrif. Svo siglt á fullri ferð með nótabátan á síðunni. Nótin liggur á milli þeirra sinn helmingurinn í hvorum báti. Nótin gæti verið 230 faðma löng, 35 faðma djúp. Bassin komin borð í annan bátinn og stjórnar allhugun að torfinni. Þetta æsi spennandi stund. Ekkert skal koma í veg fyrir að hún náist. Ekkert gefið eftir. Ekki einu sinni þótt maður hrökkvi útbyrðis við köstunina, eins og gerðist í sjómannstíð Björns Þórðarsonar. Það var ekki stoppað að kasta, það var haldið á hann að kasta, hann var látið eiga sig. Svo bara, hann hirtur borð þegar við komum að honum, hann hélt á flottinnum, hann hélt sér þar og við tókum hann borð þegar við komum að honum, vorum draginn, burku. Það var ekkert verið að tefja sig á því að hirða manni. Hann mátti vera þarna. Hann lifir enn góðu lífi. Þegar búið að kasta utan torfuna reynir á flýti og harðfylgi. Snörpulínunni brugðið á handspilið. Hamast við að snúa, 2 menn á hvorri sveif, það óskaplegt erfiði. Nú má ekki verða sekúnd of seinna því torfan getur stungið sér og sloppið. Og eftir hvert kast þá var blóðbragð í munninum á manni. En það var fljótt að fara þegar maður sá að eitthvað var inni, því þá fór korkurinn í kaf og þá var mikil gleði borð. Upp úr 1937 komu vélar í nótabátana og vélspil, en menn héldu áfram að draga nótina sjálfa á höndum, þurrka hana eins og sagt var. En 1940 kom ný veiðiaðferð til sögunar, veiðar með hringnót. Hringnótaskipin köstuðu úr vélalausum báti á síðunni og það var snurpað með vélspili skipsins sjálfs. En hvort sem nótabátunni voru 1 eða 2 var alltaf hætta á að torfan slippi, að menn búmmuð eins og það var kallað. Ef kastið heppnaðist fjast kannski fullt skip, annars ekki en einasta síldarpadda. Taugaspennan var geysileg. Það var æði oft að þegar ég var búinn að kasta, þá hljóp ég yfir í bakborðsgluggann, hinggluggann og ældi. Það auðvitað mætti kannski mest á skipstjórunum og kannski var taugaspennan einna mest hjá þeim. Nú sérstaklega þegar var verið að kasta á vaðandi síld að þetta var mikið í húfi að reyna að loka torfuna inni
En hins vegar fannst mér að allir taka þátt í þessu. Það var skipstjórinn og öll skipshöfnin sem að voru mjög samhent það að reyna nú að láta allt fara vel. Í sambandi við spennuna í veiðunum þá var það náttúrulega með nótina, kannski sérstaklega síldina. Það er engar veiðar en spennandi því að maður getur að þvælast sjóinn kannski 4-5 daga og allt upp í vik og allir orðnir vonlausir og ekkert skeður og svo allt í einu kemur kannski stórakastið og báturinn fullur á 2-3 tímum. Það er svo stutt öfgana á milli í þessu. Þannig að hvort fastasta vonleysi eða tóm gleði og ánægja og veiðigleði. Það var óskaplega mikil samkeppnin torfurnar og menn sáu þeir oft langa leið þegar síldin óð og þá var keyrt eins og vélinn þoldi og þess voru dæmi ef að menn sáu það að þeir gátu ekki kasta á torfuna að þeir keyrðu bara í hana til þess að setja hana niður. Ég var vitni að því oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Auðvitað var samkeppnin mikil, metnaðurinn alveg brjálæðislega mikil, bara sem menn viðurkenndu það, við verðum að viðurkenna í dag að þetta var brjálæðislegur metnaður á bakvið þetta allt saman undið niðri. Þó yfirbörðinu væri þetta slétt og fellt og þarna eruðu jafnvel vinir eða óvinum minnst að kosta tíma. Ég man eitt besti vinur minn, hann talaði ekki við mig í 2 ár eftir að ég í þoku óviljandi hafi tekið á hann torfu. Aflaskýrslur fiskifélagsins sem birtustu vikulega juku enn á samkeppnina. Fólk í landi átti sínu uppáhaldsskip og fylgdist vandlega með hvað þau öfluðu. Þetta var bara eins og í íþróttum í dag. Æsingurinn í þessu og alltaf að breytast. Það var voða mikið stemning hjá fólkinu. Það var nú að trafikkinn þá. Svo var verið að spá í þetta og veðja á þetta held ég. Annars var maður blessunarlega laus við að spá nokkuð í þetta. Maður hugsaði bara þetta sem maður var að gera hverjir. Eins og þau segja í fótboltanum, að taka bara einn leik fyrir einn. Í flotanum lendust skip sem sumar eftir sumar fengu sáralítinn afla og má nærri geta að enginn hélt með þeim. Það var til það að menn öllu verða ríkir á síldinu og keyptu gömul skip og gamla nætu sem að fiskimennir voru búin að leggja frá sér og gátu ekki fiskað á og eldgamla snörpubáta sem ekkert var nema lekarhrifli og alla tómt á sjónum. Þetta fóru svo menn með og náttúrulega fiskuðu ekkert. Það voru nú í þessum náttúrulega hallærisbátar árum saman. Sögu heyrði ég einu sinni af einum sem fór á síld og var 3 eða 4 sumur á síld og fekk aldrei einn einustu síld. Svo var það 4. hausti sem hann var á síldinni að þá náði hann 300 tunnu kasti og hún var svo mikið að hann fór á landaði því og fór aldrei á síld eftir það. Þessi floti hafði oft aflað geysi mikið, rúm 204.000 tonn 1940 og 4 árum síðar 216.000 tonn. En hvað var það sem gerði menn að aflaklóm fyrr og síðar? Það er svo margt. Já. Smátt og smátt þróun, athygli. Alltaf vakandi og sofandi yfir. Leggja sig allan fram, stanslaust. Sko það var ekki bara skipstjórinn sem hafði áhuga. Það voru allir mennirnir, hver einasti. Það var aldrei nokkurn tíman kyrrt eða neitt að það væri ekki maður 1 eða 2 upp í Hábrú að glápa. Þetta var á vissan hátt innlifun. Menn lifðu sig inn í þetta, menn í vök og draumi. Þá kom ekkert annað í kollinn á mönnum heldur en veiðarnar. Ekki einungis á úthaldinu heldur voru menn með þetta innbyggt á sínum tíma í kollinn hvernig þetta hafði gengið frá ári til árs.
Og hvernig var aðbúnaður sjómannanna á þessum mikla flota sem stundum fyllti Siglufjörð í landlegum og hafði gert Íslendinga á örskömmum tíma að mestu síldveiðiþjóð heims miðað við fólksfjölda? Og á fyrstu bátunum sem ég var, þá var þannig að menn sváfu í lestinni og þegar að síldin fékkst, þá var hent upp dýnunum og teppunum og geymt einhvers staðar í lúkar á meðan að varum við að landa. En síðan þegar búið að lenda, þá var þrifið og þá var búið sig í lestin aftur. Það var svona 4 fermetrar kannski, lúkarsgólfið. Þarna sváum við í 6 kojum, 12 menn. Það voru 2 í koji yfirleitt á þessum bátum og sváfu andfætis og við vitum nú hvernig það að reka tærnar upp í nefið hver og öðrum. Það voru ekki salerni á þessum bátum og notuðu fata út á dekki til þess að gera þörfir sínar. Það segir sig sjálft að þrifnaðurinn gat ekki verið mikill. Við verðum að spara vatnið, vaskgeymurinn var lítill og það var 1 vaskafat. Hann var 16 manna áhöfn. Hann var mjög persónusamur kokkurinn okkar og fengur nóg að borða í honum, en hann vaskaði upp hérna úr sama skolvatninu kannski frá öllum mannskapnum svona til þess að spara vatnið, svo það þyrfti nú ekki fara inn fyrir að kokkurinn væri búinn að bröla með vatnið. Á þessum skipum voru engar kæligeymslur, brauðið geymt í matarkistum upp á stýrishúsinu, skonrokk, kringlur, frónkeks, vínarbrauð. Kom oft fúkkalykt af öllu saman og brauðin mygluðu. Saltkjötstunnu borð, nýja kjötið látið hanga í poka og svo var það saltfiskurinn og bauludósamjólkin fræga. Í eina tíð hefðu svona vistarveru þótt lúxus. Þetta í káutu síldarskips á 7. áratugnum. Menn urðu oft ískyggilega skítugi við landanir. Hér verið að landa í salt. Það var ekki svo slæmt. Landanir í bræðslu voru verri. Síldin stundu svo morkin að hún hékk varla saman og grúturinn og fílan eftir því. Svo þegar við vorum búin að landa til dæmis, þá var nú síldagallinn bara, þá var hann nýttur í spotta og hann var dreginn aftan í skipinu og það er nú með bestu þvottavélum og bestu þvottu sem ég hef séð. Gallarnir komu vel hreinir. Kom nú fyrir að ég slittum aftan úr. Það okkur þótti þetta algjört himnaríki þegar að Síldarverksmiðjuríkisins settu böð upp við Löndunarstöðin á Siglufirði. Það var alveg himnaríki að komast í bað, en það ekki fyrir löngu eftir að ég byrjaði að það er. Ofan á þessu óþrifalegu og erfiðu störf bættust oft miklar vökur, ekki síst hjá skipstjóranum. Jú, þetta vakti maður lengi stundu þá með sá bara depla á stjörnur. Síldarleit með flugvél var fyrst reynd 1928 en gafst ekki vel því þá höfðu mörg skipan ekki loftskeytatæki. Hún var aftur tekin upp 1939 og veitti eftir það síldarflótunum ómetanlega aðstoð við að finna vaðandi síld. Þetta eru erlend veiðiskip sumarið 1938. Bíða þess að síldinni þóknist að vaða. Þar saltað borð, tunnuhlaðar aftan á. Sjálfsagt á annað 100 skip, vel á 300 skip þegar mest var. Og skyndilega gís síldin upp á veiðisvæðinu, allt komið á fljúgandi ferð, svartur sjór af síld. Einhver staðar á veiðisvæðinu hilmar innan alla hina sem ekki eru nefndir til sögunar. Kannski í miðju kasti, hamast á spilunum með blóðbragð í munnunum af áreynslu eða að háfa eða hefur ekki náð neinni torfu enn. Því síldin kenjótt og óútreiknanleg eins og fyrir daginn. En ár eftir ár veður hún við norðurstrendur þessa sumarfæra lands, vekur vonir og veldur vonbrigðum á víxl, en verður þó æ þýðingameiri tekjulind. Auðsuppspretta, guðskjöf, silfur hafsins, gull Íslands eða hvað sem við viljum kalla hana.
Og þegar þetta skip siglir einarlega út á miðunum áratug síðar hafa Bjarki, Eggjart, Þorsteinn, Sigurgeir og Víðir bæst í hópinn ásamt öllum hinum. Það horft, skimað, leitað, stímt. Hér var síldin í gærkvöldi, hvar hún nú? Svo kemur kvöld og morgun og hafið skín, mjúkt eins og flos. Og allt í einu fuglinn byrjar að hnita hringi yfir haffletinum. Vaðandi síldartorfa, hver skyldi ná henni?